Frú forseti. Þeir þingmenn sem munu fara þennan sal á næstu örfáu árum bera þá miklu ábyrgð að leysa stærstu áskorun mannkynsins, loftslagsvána. Hún er ekki einangrað viðfangsefni heldur eitthvað sem gegnsýrir öll okkar störf og þarf að setja mark sitt á öll þau mál sem koma til kasta stjórnvalda og Alþingis. Góðu fréttirnar eru þær að þær breytingar sem við þurfum að gera til að takast á við loftslagsvandann bera með sér tækifæri til að endurhugsa öll þau kerfi sem samfélagið byggir á. Það er sama hvort við horfum á breytingar á samgöngukerfinu eða skattkerfinu eða efnahagskerfinu í þágu loftslagsbreytinga. Farsælasta lausnin felst alltaf í réttlátum umskiptum þannig að breytingar leiði til betra samfélags, heilbrigðari starfa, aukins jöfnuðar og réttlætis. Og hér gegnir menntakerfið lykilhlutverki því það þarf ekki aðeins að nesta börnin okkar með þekkingu og vísindalegum staðreyndum loftslagsbreytinga, heldur láta þeim í té lýðræðisleg verkfæri til að móta samfélagið og beita áhrifum sínum gagnvart stórfyrirtækjum og stjórnmálafólki. Það sem við þurfum hins vegar að forðast er að falla í sömu gildru og Norðmenn virðast ætla að gera þessa dagana. Þar setja stjórnvöld metnaðarfull markmið í loftslagsmálum en fagna því á sama tíma að blása til stórsóknar í olíuleit undan ströndum Noregs. Árið 2020 verður nefnilega ekki bæði haldið og sleppt í þessum efnum. Við mætum ekki áskorunum framtíðarinnar með því að endurtaka mistök fortíðar.